Arnar, markaskorari í dag. Hvernig ertu sáttur við úrslitin? Nei, í raun ekki. Við erum náttúrulega í þessu til að vinna og náttúrulega við viljum gera betur. Byrjum leikinn bara ólíkir sjálfum okkur. Og bara mætum við leikinn til leiks og erum bara á hælunum og rennum mikið, gefum boltan auðvitað frá okkur og ef okkur refsa fyrir það bara til að snemma. Eins og betur fyrir mætum við í seinni hálfleik bara með kassan úti og gerum vel að mínum mati. Við hefðum alveg auðvitað getað stólið þessu sigri, sem mér fannst við reyndar eiga skilið. Og þeir hefðu að samanskapi getað stólið honum hérna alveg í blá lokin? Já, mér finnst það reyndar ekki. Mér fannst þeir aldrei ógna okkur eitthvað í seinni hálfleik. Í fyrri vorum við brasið en í seinni þá finnst mér eiginlega aldrei líklegir til að skora. Fá mikið að föstum leikadreiðum, engustum og hornum en mér finnst aldrei líklegir til að skora í þessum leik. Já, í seinni hálfleik þar að segja. Við fengum nú eitt auðvitað hérna alveg í blá lokin, þar sem var nauðvörn. Já, þú veist, eins og sé, mér fannst við aldrei vera að fara að fá okkur mark í seinni hálfleik. Mér fannst við bara mæta þannig til leiks í seinni og gerðum vel, bara hefði þurft kannski þetta pínulítið ekstra í viðbót. Þetta var, eins og segir, ólík frammistaða í sikvorum hálfleiknum og þið voru eitthvað kraftlausir fannst manni í þeim fyrri. Já, ég veit ekki alveg hvað það er. Við erum búin að vera mjög bara góður upp á síðkastið og höfum verið að skila inn úrslitum og ég veit ekki, þetta er bara mjög ólíkt okkur og við þurfum bara að gera betur á sunnudaginn, við þurfum að mæta bara almennilega til leiks á móti Aftureldingu, annars bara verðum við bara í vandræðum. Það er bara þannig. Og þið ætlið ykkur ekkert að vera í neinu vandræði með það? Nei, alls ekki. Við bara mætum gíraðir þann leik og ætlum að taka 3 stig þar. Nú, þú skoraði glæsilegt mark og nærið að skora annað. Ertu að verða sóknar djarfasti varnarmaður deildarinnar eða? Já, ég veit ekki með það en þú veist, einhver þarf að skora þannig akkur ekki ég. Jæja, Axel Ingi, þá er þetta búið líku með jafntefli. Hvernig fannst þér leikurinn? Já, við vorum alveg með yfirhöndin í fyrri hálfleik og mistum þarna í markinu þá datt þetta aðeins niður okkur í seinni hálfleik en annars fannst mér vera betri sko. Þið voru töluvert ákveðnari í fyrri hálfleik og létu ykkur vaði alla bolta. Maður sá bara stóran mun á ykkur og Njarðvíkingum. Þið höfðu full tök á leiknum. Já, svo sannlega það. En maður þarf að gera þetta í 90 mínútur líka sko. En hvað var til þess að þið duttuð aftur? Ég get ekki sagt það sko. Það var kannski bara að þreyta í munum eða menn eitthvað tæpið en... Sáttur í jafntefli? Nei, en þú veist, við þurfum að fara að vinna leiki. Þetta er bara allt of mörg jafntefli. Allt of mörg jafntefli, hvað er þetta? 5. jafntefli ykkar í sumar? Já, eitthvað svoleiðis. Og hvað er til ráða? Þarf Axel að færa sig fram á völlinn? Ég veit það nú ekki. Nei, ég held mér í hægri bakgrunum bara. Arnar, þetta líkur með jafntefli hérna í dag. Hvað hefur að segja um úrslitin? Þetta er súrt að fara hérna með 1 stig. Vissulega áttum ekki mikið skilið út í fyrri hálfleiknum en náðum að þjappa okkur aðeins saman í hálfleik og við vissum hvað við vorum að gera rangt og við vissum hvað við þurftum að breyta og gera betur og við fannst við gera það í seinni hálfleik. Óheppnir í rauninni að klára ekki leikinn en að samanskapi heppnir að fara bara með 1-0 inn í hálfleik og markmaðurinn okkar Aron sá til þess. Það var alveg bara lið Njarðvíkur sem að þekkir ekki í sumar sem að mætti til leiksina. Kraftlaust, stemningslaust einhvern veginn fannst manni í fyrri hálfleik en allt annað sem kom í seinni hálfleikin. Alveg sammála, ólíkir sjálfum okkur, ekki spila svona áður á þessu tímabili. Þetta er nýtt fyrir okkur að bara vera litlir, ekki spila þennan Njarðvíkur fótbolta sem við höfum oft talað um. En eins og ég segi, við þurftum aðeins núllstillingu í hálfleik, fara örstutt yfir hlutina, skerpa á því sem við erum góðir í. Og mér fannst það að skína í gegn í seinni hálfleik að þá fórum við að spila okkar bolta og fórum að sýna hvað við getum raun og veru. Þið lékuð án fyrirliðans Kenny Hogg. Er hann meiddur eða? Ég held að sé ekkert á honum. Jú, það er eitthvað smá vöðameiðsli en vonandi verður Kenny mættur sem fyrst inn á völlinn. Hann er gríðarlega mikilvægur innan sem utan vallar í hópinn. Bara leiðtogi, við þurfum honum að halda. Og það er stíf dagskrá framundan hjá okkur eða ekki? Hvernig ætlið að mæta stendir í næstu leiki? Það er Afturelding á sunnudaginn heima og það bara kemur ekkert annað til greina en 3 stig. Við horfum í það, við fáum 2 leikmenn úr leikbanni sem koma
óþreyttir inn í þann leik. Þetta er stutt á milli Aftureldingar líkaspil í dag, þannig að það er stutt á milli í þessu. Það er frábært að Dominik og Kyle fái hvíldina. Þeir koma ferskir inn á sunnudaginn. Og þið ætlið ykkur ekkert annað en sigur, býstu við? Það kemur ekkert annað til greina. Þið ætlið ykkur að vera bara í toppártunni í allt sumar, eða ekki? Við ætlum að fara í alla leiki til að vinna þá og vonandi endur við á toppnum. Það er búið þessu líkur með jafntefli hérna hjá okkur í kvöld. Þetta var svolítið öðruvísi leikur heldur en síðast þegar þessi lið mættust. Já, þetta var bara hörkuleikur, svona leikur tveggja hálfleika fannst mér. Mér fannst við vera ofan á að fá fín færi. Maður var kannski svektur að vera ekki meira en heldur en 1-0 í hálfleika, en í seinni hálfleika voru þeir róna. Algjörlega, og þið bara miklu grimmari og sterkari í fyrri hálfleik. Hvað var til þess að dampurinn datt niður? Ég veit ekki, maður svo sem oft sé þetta í fótbolta að þeir eru náttúrulega bara að koma ákveðnir út í seinni og var svona einhver orku og stemningsleysi fannst mér í okkar leik og svona náðum einhvern aldrei niður svona alvöru takt í seinni, en fyrir hálfleikurinn var mjög flottur. Það var það, en finnst þið jafntefli vera sanngjörn niðurstaða? Já, ég held það bara svona eftir áhyggja, þá er hún það og enn eitt jafntefli okkur sem gefur okkur afskaplega lítið, en við þurfum bara að skerpa á sóknarleiknum því að við erum ekkert að fá mikið af mörkum á okkur og varnarleikur liðsins hefur verið fínn og en við þurfum að skora fleiri mörk, það er alveg á hreinu. Það sem kom mér eiginlega á óvart í þessum leik, það var að Keflavík var svolítið að keyra upp tempóð, maður átti frekar vona því hjá Njarðvíkingum. Já, sko, í fyrri hálfleik. Já, sko, þeir voru svolítið með boltan þarna og við vorum duglegir að vinna boltan að þeim á miðsvæðinu og náðum að nýta okkur heldur vel og náðum að komast í góð hraðablaup, en við þurftum að refsa þeim aðeins betur. Þið voru ekki langt frá því að refsa þeim hérna í blá lokin? Nei, það munaði litlu. Það hefur verið sættast til lagi, en hvað vantar aðeins upp á? Nú ert þú búinn að vera beggja megin borðsins, má segja, hérna í síðustu leikjum. Hvað svona finnst þér betra við þetta núna? Ég hef ekkert betra að vera. Ég er bara sáttur á það sem ég er og ég átti góð 2 ár í Njarðvík og bara flott fólk þar líka. En ég er bara ánægður það sem ég er núna. Keflavík þarf að fara að gera þessi brók og safna stigum? Algjörlega. Þetta er bara í okkar höndum og okkar hlutverk þjálfarana er að skerpa á þessu og líka upp á, sérstaklega sóknarleikin. Það er bara næsti leikur, ekki? Jú, næsti leikur. Það var þessi leikur gegn Njarðvík og svo IBVF og svo Fjölnir. Þetta eru 3 toppliðin ef ég man þetta rétt og við þurfum að fá eitthvað 3 stig þar ef við ætlum að vera með í þessu slag þarna uppi. Það er ekkert flóknara en það. Og þið ætlið ykkur að vera í þessu slag? Já, klálega. Teljum okkur vera með liði í það og en eins og ítrekka bara, við þurfum að gera betur.